Komið sæl og velkomin aftur hér að Rauðaborðinu. Hjá mér góða gestur, það Þorsteinn Jóhannsson, sérfræðingur í loftslagsmálum hjá Umhverfisstofnun. Vertu velkomin. Já, sæl, takk fyrir. Kannski bara, svo við byrjum á byrjuninni, hvað ertu eiginlega að skoða þarna hjá Umhverfisstofnun? Sko, við erum senda að reka loftgæðamæla alland eða víðurlandið og erum að safna gögnum loftgæði. Og það getur loftmengun frá umferð, frá stóriðju, frá eldgosum, frá jarðhitavirkjunum og við streymum þessum gögnum öllum út á netið á vefsíðu sem heitir loftgæði.is. Þannig að almenningur getur séð þar í svona nær rauntíma hvert ástand loftgæða. Já. Og er alveg 100% alltaf að marka þessa mæla? Bara, Já, langt oftast. Þú veist, þeir náttúrulega geta bilað eins og bara bílimanns getur bilað, en almennt séð tökum við bara stöðun á hverju mótni og ferum við mælana og þeir heilt séð í lagi og eftir að þessi gósbyrja á Reykjaneska höfum við sendt fjölga talsvert mælum á því svæði. Já. Við erum með mæla í hverjum þéttbýliskjarna á Suðurnesjum og svo Veðurstofan líka mæla loftgæði þá við gosið á gosstöðunum. Þannig að það heilmikið net bara beinlínis til komið út af þessum eldgosum. Sko. Nú talar fólk mikið þetta mengun af gosinu, þá bæði gosmóðuna og svo þetta gasmengunin sem annars konar. Getur kannski útskýrt munin á þessu tvennu og hvaða áhrif þetta hefur á okkur? Já, sko, oftast sem við tala gasmengun, það þá brennisteinsdíoxíð gas og það kemur upp með kvikunni. Og það gastegund sem sjálf segir ósýnileg í lágum styrk en sýnileg sem einhver svona grámóða eða blámóða ef mikil styrkur. Og það sem efni sem kemur beint upp með gosinu. Svo þessi gosmóða, það svona eiginlega það sem þetta kalla gamall gosmökkur. Gosmökkurinn frá gosinu, hann kannski að fara út á haf, lendir í einhverju læð og kemur tilbaka eftir kannski 3-4 daga. Og þá mökkurinn búin að fara í gegnum ákveðin efnahvörf við andrúmsloftið. Þannig að SO2 gasi, það búið að hvarfast yfir í SO4 sem ekki lengur gastegund, heldur agnir. Þetta eru svona fínar brennisteinsagnir og eru til þess að gera ertandi. Og af því þetta eru agnir, ekki gas, þá draga þær meira á skyggni. Þess vegna sjáum við það í raun betur. Já. Og það líka svona verri mengun því leita hvert mikrogram af því meira ertandi fyrir lungun heldur en SO2 gasið. Já, því það þá bara, það meiri massi í rauninni. Já, það bara öðruvísi efni, það svona, það efnafræðilega virkar efni. Þetta raun endapunkturinn þessu hvar við erum bara brennisteinssýra, þannig að þetta eru svona örfínir brennisteinssýru dropar og þetta orðmóða raun komið síðan í móðuharðindunum og þá var þetta þannig að það mikið að það sást ekki milli bæja kannski næstu dagana Og svo þetta öskufall sem eitthvað allt annað. Já, í þessum gosum að Reykjanesi eiginlega ekkert öskufall. Aftur á móti í gosum eins og í Eyjafjallajökli sent mjög mikið öskufall. Og gæti verið mælt í 20 cm á næst gosinu og það hafi verulega áhrif á alltaf flugumferð. Af því að það sem flugvélarhreyflar eru viðkvæmir fyrir, það eru þessar agnir, öskuagnir. En gasmengun truflar ekki flugvélarnar, þannig að það engin truflun orðið á flugi í þessum gosum, bara sem betur fyrir. En þetta sem maður hefur nú tekið eftir svona á bílþakinu, svona allavega síðustu vikuna, sem svona, þetta svona einhvers konar drulla, eða svona rík eða eitthvað, hvað það eiginlega? Sko, á höfuðborgarsvæðinu það bara gatnarík. Þetta bara stórum hluta kannski bara slitið malbygg eftir nagladekkin þá. Þannig að þetta ekki tengt gosinu. Tengist ekki gosinu. Nei. Og þetta sjáum við í raun á hverjum vetri. Það bílanöglum, hann slítur kannski malbygginu, segir kannski 20-40 sinni hraðar heldur en bílanögla. Og samanlagt þetta í raun 1000 tonna malbyggi sem að slitna og fínasti hlutin að þessu sliti að fara upp í lofti og við getum andaði að okkur. Já, og þetta auðvitað eitthvað sem við getum komið í veg fyrir sjálf. Já, höfuðborgarsvæðinu allavega. Já, nagladekkin eru stór áhrifavaldur. Þau ekki eini faktorn til að slíta malbygginu. Til dæmis bara veðri sunnanlands, suðvestanlands til þess að gera óhagstætt fyrir malbygg. Það alltaf að skipta úr frost yfir í þíðu, breytist hittastuði oft. Það tala frostþíðusveiflur
Það er allmest miklu oftari hér heldur en á Akureyri. Það er miklu frekar meiri frostakablar. Þannig að nagladekk pluss frostþjála malbyggið, það slítur malbygginu og skapar þessa sverismengun sem þá fylgir yfirleitt bara svona álagstími umferðinni. Hún er mest að mótnana á í hádeginu og seinnipartinn. Og svo er svifrykið er eitt. Já. Og svo er þetta útblásturinn annað. Já. Þannig að og núna erum við á höfuðborgarsvæðinu og þá erum við að tala um gosmóðu og svifryk og útblástur. Og allt þetta saman í einum graut, svona þegar það nú reyndar rigning í dag en það er búið að vera mikil stilla á kalt og það er svona eins og það myndir svona ákveðin einhver tappi, sko, og það verður svona, maður sér svona einhvern veginn svona gráman, svona grábrúnt einhvern veginn. Er þetta allt í bland eða er þetta eitthvað sérstakt og hvað gerir þetta við okkur? Já, sko, þetta er kannski allt í bland og það er einmitt þessar veðurstaður, það sem er svona hægviðri, frost, áttleysa, þá nær mengun að safnast upp og stundum er svona það sem er kallað hitakvarf sem liggur í kannski nokkur 100 metra hæð. Já. Þannig að maður sér svona klín kött svolítið, mengun bara svona mengun að ský og brúnt fyrir neða það. Og þetta getur verið, ýmisefni og og það er eiginlega sko, þau eru blandað saman svona mengunefni og færu kannski verri áhrif. Þannig að það er kannski ákveðið mikil áhrif á einu efni og önnur af hinu efninu, en í þessum fræðum sko verða 2 + 2 ekkert endilega 4, heldur kannski 6 eða 8, einhvers stærri tala, og þetta er oft talað um kokteláhrif. Þannig að þú blandar fleiri efni saman, þá verður kannski kokteilin svona meira heilsuspillandi heldur en hvert og eitt efni fyrir sig, þannig séð sko. Nú man ég eftir, þegar ég bjó í Bretlandi þá var mikið verið að tala um þessu loftmengun þar sem var slæm og það sem að stjórnvöld eða yfirvöld í London gerðu var að þeir tóku að draga úr svona þunga vikt eða svona stórum bifreiðum niðri við miðbænu fór að takmarka það við ákveðna daga. Já. Er þetta eitthvað sem við ættum að skoða hér að þínu mati? Sko, það mætti allavega að skoða það og það er við í mörgum löndum í Evrópu eru alls konar svona takmarkanir, til dæmis stórir bílar með ekki fara inn ákveðin svæði og oftar er þetta samt sko að tala um svona eurostala í bílum, nýjastu eurostælinn kannski Euro 6, þá menga þeir langum minnst. Ef þú ert bíl frá 1990 þá er hann kannski bara í Euro 2. Sumstar eru miðbækjarnar þannig þú mátt ekki fara inn í miðbæin nema að vera á Euro 6 bíl. Já. Sem er þá með mjög fullkomið mengunarvarnabúnað. Það hefur ekkert verið farið út í neitt svona hér, neginn bannsvæði. En er það eitthvað sem að ætti reynilega kannski bara að skoða eða það að líta á? Ég held að það væri alveg þess verið að skoða það. Í Svíþjóð til dæmis er bannað að keyra nagladekkjum á ákveðnum götum. Það er ekki gjald á nagladekk kannski í Svíþjóð, en það er bannað á ákveðnum götum í Stokkhólmi til dæmis. Já. Þannig að og í Noregi er til dæmis nagladekka gjald, þannig að þú máttu að laga nagladekkjum og þú ætti að borga fyrir það til viðkomandi sveitarfélags. Og þá er það samtíð þannig að þú ert með gjaldi, ert að kaupa gjaldi í einu sveitarfélagi, þá gildir það í öllum hinum líka. Þannig að þetta ekki að kaupa í öllum sveitarfélagum. Og þar, eins og í Þrándheimi, þar snarminnkaði notkun á nagladekkjum þegar með fór að setja gjald á. Og það skilaði sig bara beint í minna sliti og það má alveg fara rauk fyrir að þetta gjald sko bara óhagði aldrei mengun. Það mætti bara kalla þetta bara slitgjald. Þannig að stjórnvöld er oft að segja sko þeir sem slíta vegunum þeir eiga að borga. Og ef einhver er að nagladekkjum og slítur vegunum 20-40 sinni meira og hann ekki borga eitthvað meira í það einhvers konar slitgjöld. Jú, manni finnst það allavega svona á höfuðborgarsvæðinu og kannski annað með landsbyggðina sem er það sem er einmitt annað veðurfar og lengra á milli staða. En ég velti fyrir mér bara og svo er eins og þið hafið farið svo skoða svolítið mengun frá stóriðju. Það var mikið talað um á tímabili Hellisheiðarvirkjun og það var hann einhver svona eitthvað ský sem að fauk þaðan og svo eru álver og annað. Hvað hafið þið í rauninni skoðað í kringum þetta? Er þetta eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af hér á höfuðborgarsvæðinu núna? Kannski ekkert endilega sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu en öll stóriðan á landinu, öll álverin og kísilverin eru með starfsleyfi frá Umhverfisstofnun. Og í starfsleyfinu er sett ákveðin skilyrði
og þar meðal annars fyrirtæki þurfa að leggja fram vöktunaráætlun sem kallaði sem við þurfum að samþykkja og í þessari samkvæmt þessari vöktunaráætlun þá þurfa fyrirtækin að mæla ákveðin loftmengun efni. Stundum beint í lofti, stundum í gróðri, eins og til dæmis flúor er mældur í gróðri og þannig að umhverfisnum í raun getur bara, má segja, skikka fyrirtækin til að mæla þessu og þessi efni og það eru loftgæðamælistöðvar við öll stóriðu fyrirtækin á landinu, öll stóriðu svæðin, eins og til dæmis heiti Hvalfirði, Reyðarfirði og Grundartanga og líka PSC á Bakka. Og þarna fáum við heilmiklar upplýsingar bara styrk efnana í andrúmslofti í nágrenninu og svo til dæmis eins og varðandi þessa jarðhitavirkjun, það er heilmikil losun á brennisteinsvetni frá jarðhitavirkjunum. Og brennisteinsvetni er sent H2S, það er ekki SO2 en þetta er bæði brennisteinssambönd, SO2 kemur frá eldgosum en brennisteinsvetni H2S frá jarðhitavirkjunum. Hvað gerist ef að þetta hittist svona í loftinu? Það er kannski það sama, það eru svona þessi kokteláhrif sko. Og nú er ég mjög léleg efnafræði þess að spyrja. Það er svo sem minna vitað sko áhrif brennisteinsvetnis og heilsufar, ekki eins afgerandi gögn þar eins og með brennisteinsdíoxíð sem er sannlega slæmt efni. Aftur á móti er alveg vel þekkt að brennisteinsvetni hefur áhrif á raftæki. Það sem styttir endingatíma raftækja. Og hvernig þá? Bara tærir þau? Já, það bara tærir þau og það virðist vera að svona dýrari professional tæki, til dæmis eins og í bara stúdíum eins og erum við í núna, þau eru oft frekar með silfur í snertlum. Eða svona velja heimilistæki eru kannski með kopar. Því koparinn er sent silfri leiðir rafmagn betur þess að það notað. En silfrið er sent viðkvæmara fyrir brennisteinsvetninu. Og þá myndast svona húð á því sem leiðir ekki rafmagn og þá fara að koma bílarnir í tækjunum. Og það er alveg dæmið það í svona bara hátækni fyrirtækjum hér að menn hafa lent í vandræðum. Með tækjabúna mjög líklega út af brennisteinsvetni. Stærsti einstakir losari var gegnum árin Hellisheiðarvirkjun. Nú eru Orka náttúrunnar sem rekur virkjun farin að dæla niður hluta brennisteinsvetninu. Það er að dæla niður cirka 75% og það er alveg að sína sig að það er að minnka losunna. En til þess að það er engin niðurdæling hafin við Nesjavallavirkjun þó að það séu svona í tilraunafasa. Þannig að það er heilmikið losun á brennisteinsvetni í nágrenni höfuðborgarinnar og við erum alveg að mæla það greinilega hér á höfuðborgarsvæðinu og þetta er kannski svona svolítið sér íslensk mengun. Þetta er almennt ekki verið að mælast út í Evrópu. Það eru lengar svona samhæðarsku reglur brennisteinsvetni vegna það er yfirleitt ekki vandamál. Það eru samt lönd eins og Finnland og Ísland sem eru með reglur. Í Finnland út af það kemur brennisteinsvetni frá pappisíðnaði og í Íslandi eru þau með olíuhreinsunarstöðvar sem geta líka gefið frá sér brennisteinsvetni. Og þessar reglur sem eru í Finnlandi og Íslandi, eru þær eitthvað í einhverju samræmi við það sem við höfum hér? Þetta regluverk sem er hér og er farið eftir? Já, ég man ekki alveg nákvæmlega gildi, það er ekki alveg sem er gildi. Okkar reglur eru til þess að gera, myndi ég að segja, strangar. Það er leyft 50 mikrogram að meðaltali í sólarhring, sum lönd leyfa herra, reyndar önnu minna, en flest lönd í Evrópu hafa engar reglur brennisteinsvetni. En hvernig svona langtíma áhrif á náttúruna með svona niðurdæling? Hver eru þau í rauninu? Vitum við það? Allavega þarna upp á Hellisheiðarvirkjun og við aðra jarðhitavirkjunni, það sem átt að taka einhvern vökva upp úr jarðhitakerfi guðvöndi miklum þrýstingi, varst að nýta hitan á henni og kraftinn til þess að framlega heitt vatn og rafmagn. Svo með þessari niðurdælingu ertu raun að skila þessum vökva eða hlutans niður aftur á sama stað sem að var. Þannig að það er til þess að gera, ég segi ekki lokur hringur ás, en þú ert að taka þetta efni upp, nýta hluta því og setja það svo aftur niður á sama stað. Þannig að það hefur ekki mikil áhrif? Nei, mér finnst þetta svolítið annar mál heldur til með svona þeir eru að flytja inn mengun sem er mjög umdeilt skipta skoðinu það þá ert að flytja inn svona annar stað frá og setja niður á stað það sem það kannski var ekki fyrir og ég er ekki að segja að það með ekki gera það en ég skil vel að það svona vekur öðru sig kannski hugleiðingar tengsla fólki
Þetta er svona stórum skala líka sko. Já, maður finnst eitthvað svona óþægilegt við það að þessi beisla eitthvað mengunarský og því sé svo bara sleppt eitthvað einn svona undir mann. Já, við heyrum alveg það er rætti sko, en til dæmis reynslan upp á Hellisheiði sýnir að bæði brennisteinsvetnið og CO2 koldíoxíð sem dælt niður, það að bindast niðri, myndast steindir og þá að bindast bara líka að segja eilífu, það sem bara á jarðsögulegan tímaskala það bindast bara forever heila sko. Já. En hvernig er eitthvað hægt að gera þessu líkt? Bara í rauninni hægt að beisla þessa mengun sem að fer hérna í augu og lungu hérna sko höfuðborgarbúa á svona stillu dögum og þegar að það er til dæmis börn með ekki fara út á leikskólanum og viðkomir ekki fara út að skokka eða svona. Er þetta eitthvað sem er hægt að taka? Getur við beisla þetta og dælt í niður? Sko það væri alveg hugsanlega hægt að nýta þetta í eitthvað. Nú sent þessi strömmur Hellisheiðarvirkjun tekinn og settur niður aftur. En þessi tvö efni bæði sent CO2, það í raun líka sko markaðsvara. Það ákveðið markaði fyrir CO2. Gróðurhúsabændur vilja til dæmis hafa það í sínum gróðurhúsum, bara sem dæmi. Og ýmis not fyrir það, ýmsi miðnaði. H2S brennisteinsvetni væri hægt að vinna áfram á einhvern hátt og sé ekki dandilega þekkt svona innan skala eða mikil reynsla því, en sem fræðilega séðar hægt sagt að vinna vetni úr brennisteinsvetni og vetni getur verið orkugjafi til dæmis í samgöngum. Já. Þannig að það ýmislegt hægt og þessi fyrirtæki að skoða ýmsa hluti, þannig að það yfirleitt besta lausnin ef þú getur komið vörunni í einhver önnur not heldur hún að farganningstar eða kominni fyrir. Einmitt. Það svo kannski víkjum aðeins aftur að gosmóðunni því að nú er hún hún er svona fersk og allt líkjandi virðist vera. Hef ég heyrt fólk í kringum mig og þá kannski svona ástæðan fyrir því að ég kallaði til, ég hafði heyrt þess að því á skrifstofunni að fólk væri að fyndi fyrir svona örlítlegum rugglingi og svona, þú veist, og væri kannski þreytt og mæði og vissi ekki alveg af hverju og tengdi þetta einhvern veginn við eldgosið. Getur það verið? Já, það getur alveg verið sko. Og eins og til dæmis ef að gosmóðun er talsverð þá getur það alveg verið einhver svona einkenni. Ég kannski ekki heyrt að fólk sé ruglað en sumir verða svona, kannski fá aðeins svona, eitthvað smá slen yfir hausinn. Höfuðverk, sumir finna fyrir svona erting í augum. Og það getur jafnvel verið sko meiri áhrif af gosmóðunni heldur en sambærileg styrk af SO2 gasi sko. Af því að þetta er svona meira ertandi efni. Og ég vildi jafna fólk sér samt fljótt á jafnvel part úr degi eða einum degi. En svona til langframa er þetta ekki æskilegt og það er svona þegar gosin eru, þú veist, við erum í hvað á 3. ári. Þannig að þetta er svona auka álag og á alla aðra mengun frá samgöngum og iðnaði sko. Og er þetta, ég meina, hefur þetta eitthvað verið skoðað að þér veitandi bara svona langtíma og svona viðvarandi regluleg áhrif af allri þessari mengun sem við erum einhvern veginn sitjum uppi með á suðvesturhorninu? Sko, það er ekkert margar íslenskar rannsóknir, þannig að því við erum svo fá. Það fáir sem hafa verið samt gerðar eru svona samhljóða rannsóknir sem hefur verið gerðar í öðru löndum að samt flest mengunarefni hafa einhver áhrif á fólk og því meiri tími og því meiri styrkur, því meiri áhrif og svo eru börn alltaf viðkomari fyrir mengun með óþrosku lungu og andar hlutfallslega meira sér lofti með líka þyngd. En sem það hefur sýnt sig að það er oft mjög mikil umræða loftmengu á skiljanlega en samanburði við Evrópu eru við með litla mengun. Við sendum alltaf gögn ársins á undan til umhverfisstofnunar Evrópu sem er staðsett í Kaupmannahöfn. Umhverfisstofnunar Evrópu fær upplýsingar frá öllum Evrópulöndum og svo er búin til skýrsla hverju ári þar sem löndin eru borin saman og raða upp svona röð frá best niður í vesta. Og yfirleitt... Hvað er besta lofti? Yfirleitt skiptust við á, við erum yfirleitt í fyrsta öðru eða þriða seti fyrir besta lofti. Það er Ísland, það er Svíþjóð,
Finnland, Noregur, Ísland sem yfirleitt á toppnum. Hvernig, sko, nú eru þetta stór samfélög. Já. Hvernig hefur þeim tekist að halda menguninni svona, ég bara á sama skala og okkur í rauninni? Já. Jafnvel betri? Góð spurning. Ég er ekki alveg með svaraður en til dæmis í Noregi eru til dæmis þessar reglur nagladekk sem hafa sýnt sig að vera að virka í til dæmis Oslo og Þrándheimi. Svo eru þeim kannski önnur vandamál eins og til dæmis í Noregi í sumu þorpum viðarkynding talsvert mikið notuð. En við erum sem heppin hér, þú veist, hitaveitan er að hjálpa okkur mikið, við erum ekki að hita hús með olíu eða kolum eða timbri. En það sem er kannski svolítið, ég veit ekki hvort það sér íslenskt, en svona einkenni á það sem ætti kalla svona norræna nagladekkjaborgir. Að Svifryki það þegar að koma hái toppar, þá þeir geta orðið talsveit mikið háir. Þannig að slæmur Svifryksstaður Reykjavík getur jafnvel verið hærra Svifryksstyrkur heldur en kannski á slæmundegi í London. En meðaltalið yfir árið samt miklu hærri í London. Já, ég skil. Þannig að nóttinni fer þetta kannski næstunni í 0 og svo getur það að fara kannski bara í 100 mikrogrum í hádeginu. Meðan kannski London kannski alltaf bara í 30, sko. Jafnvel á nóttinni líka. Hvort er svona bara svona verra fyrir fólk og lungu? Líklega er verra svona viðvarandi einhver mengun er líklega verri. Líkaminn er svona, hann þolir betur eitthvað svona ála í stuttan tíma og svo færði fest loft bara kvöldið, sko. Nú hefur þetta oft verið tengt við alls konar lungnakvilla, jafnvel hjarta og sjúkdóma og krabbamein og fyrirburafæðingar sem maður séð allt saman. Er þetta eitthvað sem þú kannast við? Hefur þetta eitthvað verið skoðað? Það hafa verið gerðar íslenskar rannsóknir á bara mengun og áhrif mengunar á Íslendinga? Sko, það hafa verið gerðar nokkrar íslenskar rannsóknir en það eru ekki margar. Það eru kannski, líka að segja, kannski teljandi fingrum og kannski tánum. Svona, þú veist, 10 pluss 20 rannsóknir eitthvað svoleiðis. En svona gróft sér, það er samhljóða, þó að sé minna úsla hér út af minni mengun, það er það svona samhljóða, það er aukning í hjartaæðasjúkdómum og loftmengun eins og svifryksmengun. Margir sjá fyrir sér að hún er kannski fyrst og fremst áhrif á lungun. Að því við vendum þess að okkur, en það er hjartaæðakerfið. Þannig að til dæmis það hefur sýnt sig erlendis að ef að kemur hár mengunartoppur í einhverja daga, í einhverju stórborg, þá eru fleiri að deyja kannski úr hjartaáfalli og heilablóðfalli dagana eftir, sem er þá ekki lungnakerfið heldur æðakerfið, sko, og hjartað. Og það var kannski svona, ef maður slettir svona mælstóni þessum fræðum og líka vakningu almennings og stjórnvalda, það er sem hann kallar Lundunarþokan, svona Great Smoke of London 1953 í desember. Þá var það alveg gríðarlega mikil mengun í London og venjulegum degi í London sem að milljónum borg voru að deyja kannski nokkur hundur manns en sem það snar fjölgaði dauðsföllum og það var þá fyrst og fremst heilablóðföll og hjartaáföll. Já. Vitum við eitthvað þessi tengsl hérna? Og sjáum við eitthvað sveiflur í þessu hér? Sko, já, menn hafa svo sem séð sama trend hér, held ég, og til dæmis fleiri úttektir á astmalyfjum með apótekum eftir mengun á toppa. Þeir sem eru astmaveikir og þurfa kannski bara stundum lyf, þeir finna allt inni fyrir astmanum kannski eftir eitt slæma mengunardag. Og grípa það kannski tómt í lyfjaskáp í hans og fara það í apótek og leysa út astmalyfin. En hvað getum við gert svona bæði bara til þess að einhvern veginn verja okkur sjálf og svo líka bara sem samfélag til þess að koma í veg fyrir að þetta verði eitthvað stærra vandamál núna þegar það eru komnir fleiri svona mengunarvaldarar náttúrunnar hendi? Já, bara góð spurning, sko. Það hefur svo sem heilmikið áunnist gegn árin og það hljóma kannski undarlega til dæmis eins og ef við tölum útblásturinn, nitroxíðmengun sem kemur útblæst í bíla. Hún er send minni í dag heldur til þess að var fyrir 30 árum. Þrátt fyrir miklu fleiri bíla og miklu meiri umferð. Bara mengunarvarnarbúnaður í bílum er orðið miklu betri og fullkomnari. Þannig að hann er að hreinsa nitrodíóxíð miklu betur útblásturinn. Þannig að við erum með minni mengun af því í dag. En samt alveg greinilega mælanlega, sko. Þannig að já, þessar alþjóðlegu kröfur hreinsimbúnaðinn, þær eru að skila miklu.
en svo segi ég ofta á sko umhverfisstofnun sem eiginlega gildi við allt í umhverfismálum, bara minna af öllu hjálpa til. Þú veist, þurfum við alltaf að nota bílinn svona mikið, þurfum við all heimilega að hafa 2 bíla, getum við farið niður í 1 bíl og nota kannski strætó, annað aðeins nota strætó. Ég veit það erfiðar að vera að skutla börnum út allt í strætó. Og svo kalt og svona, það fínt að nota þetta eins og úlpu. Einmitt, en þú veist, nota almenningssamgöngur, hjóla, ganga. Já. Sjálfur gengi ég til dæmis, ég tek strætó á hverjum degi í vinnuna, eða flesta daga og ég að ganga kannski 2 kilometra bara til að fá stoppastöð. Þetta bara fín hreyfing. Já, maður er óbúrslega snöggur að komast upp á lagi með það er alveg rétt. Maður venur sig á maður venur sig á ósiðina að þetta er svona eiginlega náttúrulegra og eðlilegra fyrir mann. Það er annað sem að mér langar að spyrja þau út í, það er flugvöllurinn. Nú er mikil aukning í umferðum flugvöllin og það eru þessar einkaþotur og það kemur með túrismannum og svo eru þetta útsýnisflugin öll yfir gosið og svona. Er þetta eitthvað sem þið eruð að mæla meira í borginni, mengun af völdum þessa? Já, sko, við erum sjálfins ekkert að mæla sérstaklega frá flugvöllinum og jafnvel þó við myndum setja niður, segjum við BSI, mengunarmæli. Það er mjög erfitt að greina hvaðan hann koma. Það er samt hægt að horfa á vindátt hverju sinni og sliðis. Það er örugglega einhver mengun á flugvöllunum. Það væri gott að vita kannski svolítið meira um það. Já. Svona heildarlosun, en í stóra samhenginu held ég að sko bílaumferðin sé samt langstærstu hlutin. En aftur á móti hvað var hljóðmengun og hávaðamengun er mikið kvartað yfir flugvöllinu sko, sérstaklega þeim sem búa næst. Sérstaklega þá í þessum nýjustu hverfum sem eru eins og þarna við Valsvæði sko, þar sem fólk komið mjög nálægt flugvöllinu. Já, einmitt, það er þarna alveg voni. Og Litli-Skerjafjörður og ég fólk þar sem ég heimsæki mjög oft og ég hef tekið eftir þessari auknu flugumferð þarna. Þetta kannski pyrjar mann ekkit voðalega mikið þegar maður er inn í húsi, en eins og sumrin þegar maður er út í garði og það er einmitt þessi stilla og maður finnur sko, það er einhvern veginn það virðist ekki, það er ekki sama áreitið af litlu rellunum sem eru að æfa sig, þú veist, maður einhvern veginn, það eru nú bara sætar og fínar, en svo er það þoturnar sko sem að virðist vera og svo þyrlurnar líka og þyrlurnar einmitt, það er svo mikill hávaði. Það er líka svo, það er svo ofta ferðinni þyrlurnar sko, ef það er gott viður allavega. Svo virðist þetta vera sko, nú er þetta farið að vera aðeins á nóttinni líka virðist vera, það eru þá annarkvort hervélar sem eru í einhverju skonu stoppi eða tjekki og svo eru einkaþoturnar sem bara virðast koma og fara. Og þetta er náttúrulega farið að trufla svefn hana, veit ég bara af því að ég þekki fólk. Er þetta sko svona hljóðmengun og þetta, er þetta eitthvað sem heyrir undir þitt svið? Sko, hljóðmengun heyrir undir sko bæði umhverfisstofnun og svo líka heilbrigðiseftirlit sveitarfélaganna. Sko ég sjálfur veit eiginlega ekki til hljóðmengun, mjög lítið inn í því, það er aðri því. Varandi Reykjavíkurflugvöll, ég bý sjálfur í Grafavogi, þannig heyri ekki í honum, en ég reyndar hélt að vera þannig að sko eftir ákveðin tíma á kvöldin má ekki lenda nema sjúkraflugvélar sko. Já, það var þannig og mér skilst það eigi að vera þannig, en þetta svo virðist vera eitthvað svona ákveð regluleysi þarna. Ég hef heyrt að því að Isavia hafi hreinlega kallað eftir bættara regluverki frá yfirvöldum, þannig þið viti nákvæmlega hvað með og hvað með ekki. Þannig að þetta virðist vera svolítið losaralegt, en það er bara eitthvað neginn, það er eins og enginn hafi reiknað kannski með því að þessi flugvöllur það er því svona mikil ásókn í þennan flugvöll allt í einu. Nei, en já, ég er sjálfsög ekki vel inn í flugvallamálunum eða háamengunni sko. Nei, en kannski bara svona að lokum þegar við tölum áhrif er eitthvað svona sérstakt sem að við ættum að varast og hvernig og verja okkur og er eitthvað einkenni eða eitthvað svona sem við ættum kannski að svona aðeins að nótera hjá okkur sjálfum? Já, sko, við viljum fá átt á spurningu þegar það er mikið mengaða dagar, þú veist, á ég að setja upp grímu þegar ég fara að hjóla í vinnuna. Við almennt ráðleggjum fólki ekki að vera með grímur. Nei, hvers vegna ekki? Já, það er aðalega bara óþægilegt. Dregur það kannski úr bara ánægðinni við hjólatúrin og svo eru sumar rannsóknir að segja, sko,
þó þú hjóla þessa leiði vinnuna, þú verður aðeins meira útsettur fyrir mengun á þessari hjólaferð sko, en bara ávinningurinn af þessar hreyfingu, hann vegur upp neikvæðu heilsufarsáhrifin. Og svo má líka aðeins reyna svona lesa aðstæður hverju sinni og velja sér hjólaleiðir, ekkert endilega vera að hjóla meðfram mestu umferðaræðunum. Stundum er þetta að velja leiðir sem eru svona meira inn í hverfum eða frá götum. Já, það er alltaf að vera betri og betri. Já, ef það hittist þannig á þú þarft að hjóla meðfram Miklubrautinni, spáðu þessi vindáttuna, ef það er send norðanátt, verður þá norðan megin við Miklubrautina. Já. Þannig að þess að mengun er best í suður og það er meiri mengun sunnaðu brautina. Horfa vindáttu verður þá þeim megin sem vindurinn blæs mengun meira frá sko, yfir hinhelminginu. Og vera fjær og það munar sko, ég segi ekki kannski hvern metri en hverja 10 metra sem þú fær frá þeim farugötu þá ertu komin í minni mengun. Þannig að vera göngustígnu sem er 20 metrar frá er miklu skárra heldur en að vera gangstéttinni sem er kannski á götubrúninni. En er þetta eitthvað að berast inn í húsin? Já, örugglega, það gerir það sko. En ekkert að eitthvað svona marki sem að þið hafa? Sko það er kannski bara erfitt að gera nokkuð í því, þú veist það sem ég vinna á Suðurlandsbrautinni, það sem umhverfisstofnun maður sér alveg, það er svart í gluggana þar sem snýr út á götu, ég sé það síðulmis upp í Grafvogi það sem ég er. Já. Þannig að þetta er best inn í hús og ég byrð þó að sé velræðan loftræsting þá hún stoppar enda rykið en ekki gastegundirnar. Nei. Þannig að það er í mörg horn að líta ef maður ætlar að verjast mengun. Það er kannski bara ætti maður að búakstur upp á fjalli. Já, en svona vil líka, þú veist, ekkert vera hámikla á að gera þessu, en gera samt svona til þess að draga mengunni og velja sér leiðir eða maður er gangað til hjólandi það sem mengunni minni. Það munar miklu hvar þú ert sko, hverju sinni. Og ekki fara út að hlaupa með frá Miklubrautinni. Það er frekar niður í Laugardal eða Æsi. Það er líka bara hættulegt að alls konar öðrum ástæðum. Já, er eitthvað svona, er eitthvað döfinni hjá þeir sjálfum eða þú veist, eru þið í einhverju verkefni, eru þið að skoða eitthvað sérstakt, nýtt, spennandi, eitthvað sem að við getum sett frá? Sko, við erum bara alltaf óþreytandi að benda fólki á síðan okkar loftgæði.is. Þar eru gögn frá öllum mælistöðum og þau uppfærast, við getum segið í nær rauntíma, þau fyrir margar stöður uppfærast á 10 mínútna fresti. Þannig að þar getur þú séð stöðuna hverju sinni og varðandi mengun frá eldgosunum, það er líka hlekkur innan þeirri síðu sem heitir dreifilíkan gosmengunar. Getur þú smellt á hann, þá getur þú séð að senda gosmengunar spá, hvert er gert ráð fyrir að gosmengunar farið seinni í kvöld eða morgun og það er Veðurstofa sem gefur það út og það er mjög gott að horfa á það líka. Það er eldgosur í gangi. Já. Herri, þakka kærlega fyrir komuna. Já, takk sem leys bara fyrir að bjóða mér. Það var gott að fá þig og við dókið við, kæru hlustendur og áhorfendur, við komum aftur eftir smá. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og takið þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.